Heil og sæl og velkomin í þáttinn Milli himins og jarðar. Ég var svo lánsöm að eiginlega bara lenda inn á málþingi daginn, svona bara án mikils fyrirvara, sem að Siðmennt hélt og þar sem yfirskriftin var sem sagt tjáningafrelsi og þar sem að Siðmennt fékk sem sagt hér nokkra fyrirlesara sem að voru að velta upp þessu fyrirbæri og þessu hugtaki tjáningafrelsi og hvað í því felst og hvað áhrif það hefur og hver ábyrgð okkar gagnvart tjáningarfrelsinu og hvar mörk liggja og svo framvegis. Og þar hlýddi ég á fyrirlestur Dr. Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur, sálfræðings, þar sem að hún var að greina frá rannsókn sem hún búin að vera að vinna að undanfarin ár líðan og sjálfsmynd samkynhneigðra unglinga og það kom nú svona til af umræðunum það hvernig tjáningafrelsi kennara og starfsfólks innan skóla varðandi mitt líka bara þá samkynhneigð og fleira. Og mig langaði náttúrulega bara strax til að fá hana Sigrúnu hingað í þáttinn af því það var svo margt sem kom mér svolítið óvart í þessari rannsókn meðal annars það að það kemur í ljós að samkynhneigðum stúlkum líður verr heldur en drengjum í grunnskóla. Og ég ætla að tala um þetta og spyrja Sigrún út í þetta hér í þættinum og vertu hjartanlega velkomin Sigrún. Gott að fá þig. Takk fyrir það. En fyrst af öllu langar mig til að spyrja þig, hver var kveikjan að því að þú fórst út í það að rannsaka þetta, sjálfsmynd og samkynhneigðra unglinga? Sko, upphaflega var það þannig að ég hafði stundað unglingarannsóknir fyrir aldamótin hér á Íslandi og í Ástralíu það hvernig krakkar svona almennt spjara sig og hvað þau gera þegar þau lenda í vanda. Og þegar ég hóf störf við Háskólann á Akureyri þá var þar, eða fljótlega eftir ég hóf þar störf, þá var mér boðið inn í rannsóknarhóp sem sem sagt alþjóðlegur og stýrt á Íslandi frá Háskólanum á Akureyri. Það var Þóroddur Bjarnason sem þá stjórnaði þessu, það er Ársæll Arnarsson sem gerir það núna. Og þessi rannsókn heilsu og lífskjör skólabarna og það eru sendir út spurningalistar til allra skólabarna í 7., 8. og 10. bekk á Íslandi á 4 ára fresti og það eru Sameinuðu þjóðirnar eða Heilbrigðisstofnun, Evrópudeild Heilbrigðisdeildar Sameinuðu þjóðanna sem svona þetta undir væng þeirra sem þessi HBSC, Health Behavior in School Age Children heitir hún, stunduð. Og mér semst búið að taka þátt þarna og ég þigg það og nú svona varfærin til að byrja með, tekur svo rólega en ákveð svo að skella mér í hópinn og sé ekki eftir því, þetta hefur verið ákaflega gefandi og merkilegt. Og skoðaði, var þá farin að velta fyrir mér málefnum samkynhneigðra krakka, unglinga sérstaklega og það kom nú óskup einfaldlega til af því að sonur yngsta barn okkar hjóna kom út úr skápnum rúmlega 20 og kom okkur í mjög opna skjöld og ég hugsaði með mér, hér ég sálfræðingur búin að vinna sem skólasálfræðingur í áratugi og tel mig bara alveg kjörinn til uppeldis á börnum og okkur hjón bara, við værum alveg úrvalsuppalendur og áttaði mig á því að við höfðum óvitandi ekki verið með áherslur sem gáfu honum til kynna að samkynhneigð væri fullkomlega eðlilegur hluti af lífinu. Já. Og í þegar ég áttaði mig á því, þá hugsaði ég sem ég kom inn í þetta rannsóknarsamstarf, það væri forvitnilegt að vita hvernig krökkunum í 10. bekk sem væru þegar kannski komin með einhverja tilfinningu fyrir því hvernig þau væru stemd, svona með hliðsjón á rómantískum tilfinningum, það væri spennandi að skoða. Já. Og þegar ég leiti yfir listan þá sá ég að það var bara ekkert gert ráð fyrir því að neitt væri samkynhneigður, hvorki foreldrar né krakkar né nokkur. Þannig að ég fór inn í hinsegin samfélagið og fékk liðstyrk þar við að fara yfir listan til þess að skoða þannig að hinsegin væða spurningarnar. Þannig að krakkar sem væru að pæla
gætu fundið að þessi spurningalisti ættu við þau ef þau væri til dæmis ekki gagnkynhneigð og eða ef þau væru gagnkynhneigð og klára því en ættu hinsegin foreldra kannski. Já. Og við gerðum tillögur að breytingum og hérna sem var samþykkt hér á Íslandi en var reyndar ekki tekið upp í öðrum löndum. Það eru 45 lönd sko, sem eru þáttakendur í þessum HBSC-hópi. En við ein erum með hinsegin væddan spurningalista og fáum þar að leiðandi upplýsingar varðandi krakkarnir í 10. bekk. Og það eru svona, núna í síðustu fyrirlögn 2014, þá voru svona það bil 100 krakkar af hvoru kyni í þessum hóp. Já. Fyrir landið. Fyrir landið. 100 krakkar af hvoru kyni sem að finna fyrir samkynhneigðum tilfinningum. Já, sem merkja við að þau hafi upplifað rómantískar tilfinningar, gagnvart sama kyni, hugsanlega sama kyni og gagnstæða kyni, það var möguleika á að svara þannig, og einhver þeirra tekið þátt í einhvers konar kynlífsathöfnum. Þannig að sá hópur flokkaði saman. Það 90% krakkana í öllum árgöngunum, ég hef verið með við fyrirlög 2006, 2010 og aftur 2014. Og það það bil 90% krakkana í þessum aldurshópi sem svara þannig að þau séu skilgreind þá sem gagnkynhneigð. Hvort sem það getur átt eftir að breytast í ýmsar áttir sko, í báðar áttir. En væntanlega fjölgar sko eftir því sem þau verða eldri. Trúlega. Þá fjölgar þeim sem að svona skynja. Trúlega og það annað líka, nú á tímum ræðum við ekki þannig að þú sért annarkvort samkynhneigður eða gagnkynhneigður. Nei, einmitt. Fyrst var það, þú ert annarkvort, fyrst varstu bara gagnkynhneigður. Svo áttur möguleika að vera samkynhneigður eða gagnkynhneigður og svo var það samkynhneigður, tvíkynhneigður, gagnkynhneigður. En við hugsum þetta miklu svona dreifðara og á rófi og meira segja fljótandi. Þannig að það sem þú upplifir á einu tímabili getur orðið á annan veg á öðru tímabili. Og við erum að losa þessa svona tvíhyggju og svona verða afslappaðri gagnvart bara náttúrunni og lífinu, hvernig það birtist okkur. Sko. Þetta finnst mér alveg frábært að heyra því að við höfum rosa, ég veit ekki hvað það í mannlegu eðli, þessi þörf fyrir það að setja fólk í box einhvern veginn og hafa það þar og þegar það fólk fyrir eitthvað svona klöngrast út úr boxinu að þá verðum við rosa óörugg, svona eins og það megi ekki vera í fleiri boxum. Einmitt, og kannski það að við setjum okkur í box þannig að kannski því þannig háttað að það dálítið þægilegt ef það í boxi, því ef það í boxi þá vitum við að það í þessu boxi, þurfum ekki að vera að ræða þannig meira. Nei. En það veldur líka kvíða vegna sem leið og eitthvað skríður út úr boxinu, þá vitum við ekki hvernig við höfum að haga okkur gagnvart í og verðum órugg og kvíðin. Þannig að það veldur miklu meiri usla heldur en við kannski heldum upphaflega þegar við bjuggum til boxin. Og að það væri til þæginda, það reynist sem sagt kannski alls ekki vera þannig þegar upp í staði. Þannig að ef að unglingar upplifa það að fullorðið fólk í raun og veru segi með spurningum að það sé bara eðlilegt og gefi þau skilaboð til þeirra að það sé bara eðlilegt að maður sé ekki alveg niðurnjörfaður á ákveðnum stað í lífinu, heldur sko það sé ákveðið flæði, það getur hreinlega komið vekk fyrir eða minnkað kvíða hjá úlingum. Heldur betur. Það kvíðin hann oft fólkin í því að þau upplifa, ok, ég á bara að vera hér og upplifa svona frelsissviptingu með því kannski. Sko, það sem í raun og veru, sko, þegar þau eru farin á unglingsskeiðið, og nú ég bara að tala almennt, þegar börn svona hægfara að breytast úr börnum yfir í unglinga og úr unglingum yfir í fullorðna, þá þau í raun og veru að fara út úr mjög æfðu og þægilegu hlutverki sem börn. Breytingarnar sem verða þær eru á öllum sviðum. Þær eru hugrænar, heilinn sem sagt, fer að geta tekið við umræðum, afstæðum, eins og til dæmis trúmál, heimspeki, stjórnmál, hvaðina. Þannig sem þau áttu erfiðara með yngri, þó þau kannski kynnu aðferðirnar til þess, þá höfðu þau ekki hæfileikan til þessarar óhlutbundnu hugsunar eins og þau öðlast á unglingsaldri og æfa sig í á unglingsaldri og verða fullfær en færar eftir því sem ofar dregur.
ef ég svona skil lífið rétt af því að ég er nú svona komin á efsta og síðasta skeiðið þannig að orðið komast, þá held ég að maður getur elft þetta á þjálfað svo lengi sem maður dregur andan en maður bara hættir aldrei að taka þátt í rökræðinni. Ég held að þú sést nú bara svona lifandi dæmi það. Já, allavega sko, alltaf ég maður á því frá einum degi til annars ég er alltaf að læra eitthvað nýtt sko. Já. Þannig að þessu verður sennilega aldrei lokið og maður er aldrei tilbúin þar að leiðandi til þess að deyja. En allavega þá eru börnin að fara úr mjög æfðu hlutverki þar sem þeim hefur liðið afskaplega vel, þar sem bara pappa og mamma sögðu hvernig hlutirnir ætti að vera eða mamma og mamma eða pappa og pappi eða hvernig sem það nú er. Foreldrarnir sem sagt hafa sagt manni svona, gefur manni ákveðin ramma og kennarinn gefur manni líka ramma og þetta er bara fínt og svo bara leikum maður sér. Já. Svo bara kastar maður þeim ham og fer inn í unglingsskeiði þar sem maður fer að hefur svo sem aðeins byrjað áður, kannski frá 10 ára aldrei eða svo, að hafa kendir gagnvart öðrum, svona rómantískar tilfinningar og kynferðiskendir sem byrja löngu áður en sko kynþroskinn verður ljós. Já, það er þannig. Það byrjar fyrir. Já. Og hérna, það svona fer að verða dálítið áberandi og þá þarf ég náttúrulega, þegar að þetta er allt saman að gerast, þá skipta félagarnir meira máli heldur en bæði fyrir og síðar. Vegna þess að félagarnir, sko viðmið pappa og mömmu og kennarans eða foreldrana og hérna kennarans á barstímanum voru viðmiðin og þegar maður er svo orðinn unglingur þá passar það ekki alveg og þá af því maður er ekki orðinn fullorðinn og kann ekki alveg að vera í þessum fullorðins líkama með þessa fullorðins hugsun, þá skipta sem sagt félagarnir svona miklu máli. Og það sem við erum að ræða á þessum tíma er gjarnan, á þessum sjálfsmyndarmótunar tíma, er gjarnan þetta, bæði hvað vil ég verða og hvert vil ég stefna, en líka hvaða tilfinningar hef ég, gagnvart sjálfur mér, gagnvart gagnstæðu kyni, gagnvart sama kyni. Og ef þorrinn er í því að ræða sæta einstaklingin af hinu kyninu og ég passa ekki inn í það, þá passar félagahópurinn ekki að þessu leyti við mig. Nei. Og það er rosa áfall. Passa ekki, og ef foreldrarnir passa heldur ekki alveg sko, og félagarnir ekki, þá er þetta ekki þægilegur staður. Og mér hefur þótt dálítið óréttlátt af lífinu að ætlast til þess að barnið, verðandi unglingur, taki á þessum hlut á sama tíma og það er að taka á öllum hinum þáttunum. Og það hefur verið talað að á þessum árum og svo auðvitað áfram, þá glími krakkar sem í þessum hópi, þessir 100 krakkar af hvoru kyni, við það sem köllum streitu minnihlutans. Það er að segja streitu sem kemur til viðbótar við alla aðra streitu en meirihlutin hefur ekki hugmynd og gengur þar af leiðandi aldrei út frá henni. Og foreldrar hugsanlega hafa ekki hugmynd heldur ef að þau tilheyra meirihlutanum. Eins og til dæmis var í okkar tilviki. Og maður slengir einhverjum orðum sem passa ekki eða maður gengur ekki út frá því hversu breytileg við erum. Þannig að þau ég áttaði mig þarna á því þegar ég hafði verið að skoða unglinga bara almennt og hvernig þau spjara sig, að þessi hópur hlyti að vera í bráðri hættu. Því sem foreldri þegar ég heyri að mitt barn er samkynhneigt og hann er orðinn 21 meira að segja, og ég hugsa, sem foreldri þá samsamar maður sé á allt annan máta heldur en ef það er Páll og Pétur út í bæ og ég gerði mig grein fyrir á bara örskot stund að hvað ég hafi gert og það var mikill sársauki fólkin í þeirri vitundarvakningu sem kom bara á svona andartaki. En fórstu þá að setja í samhengi sko bara hans kannski komar að segja framkomu hegðun á hverjum aldri eða eitthvað svoleiðis við? Ekki endilega. Og eitthvað svona bíl sem varð á millikar eða hvernig hugsaðu það? Ekki endilega, því að það vill þannig til að þetta barn var yngst. Hefði hann verið elstur þá hefði ég virkilega hugsað á þennan máta. En þetta barn var yngst. Og þar að leiðandi ákveðin svona hvað ég segja, ég segi ekki beinlínis að hann hafi komið nógu seint til þess að verða svona að gæludýri á heimilinu, en það var ekkert langt frá því. Og þeir sem vita hvað ég er að tala vita alveg hvað það er. Það er skilyrðislaus ást þarna á milli, beggja foreldra og barnsins og reynið að segja eitthvað, það gengur ekki. Þannig að sem betur fer var
þetta afkvæmi þarna í röðinni. Já, það vildi honum til haps. Það vildi því til haps, Já. Að það var þannig. Já. Þannig að ég vissi það, en bara það að okkar foreldra framkoma svona almennt bara í daglegu máli þegar við erum að ræða. Ég hugsa að ég hef aldrei gert ráð fyrir eða tvíkynhneigð eða hinsegin tilveru. Nei. Það var það sem ég áttaði mig á. Og þess vegna, eins og ég segi, fór ég inn í þetta og það sem kemur í ljós við lögðum sem fyrsta spurningalistan fyrir þarna með þessum hinsegin væddu spurningum 2006 og fáum ákveðna mynd. Við fáum þá mynd að þeir krakkar sem eru á þessum stað að þau svara þannig að þau séu með rómantískar tilfinningar gagnvart einstaklingum af sama kyni og jafnvel líka af einstaklingum af gagnstæðu kyni, að þeim líður mjög miklu verr heldur en þeim krökkum sem aldrei höfðu orðið skotin, það var nú eitt sem ég hugsaði, getur þetta verið? Ég tók líka eftir þessu. Getur það bara verið? Það var jafn stór hópur krakka sem eru bara enn í barnshamnum og ég hugsaði bara gott hjá ykkur vegna það kemur í ljós að þeim líður mjög vel og þeim krökkum í gagnkynhneigða sem fara ekkert í fullorðinsleikina, það er að segja að byrja að sofa hjá, drekka og svo framvegis, þeim líður líka ágætlega, þeim krökkum í gagnkynhneigða sem byrja að sofa hjá og eða drekka, oft fyrir þetta saman, að þeim líður bölvanlega, rétt eins og hinsegin hópnum líður sem hóp. Auðvitað eru einstaklingar innan hinsegin hópsins sem líður ágætlega, en þau eru svo fá, það er svo stórt hlutfall sem líður bölvanlega. En mér fyndið, ekki fyndið, en jú, áhugavert þegar þú segir þetta með þau sem bara einhvern veginn eru lengur börn frá náttúrunnar hendi og þau kannski bara eru ekki undir eins miklu álagi, almennt. Af því ég hugsaði sjálfa mig, hugsaði tilbaka þegar ég var í 10. bekk, ég hafði ekki svona tíma til að læra. Ég var að hugsa svo mikið stráka og það fór bara allt í rugl og bara, þú veist, ég var bara gleymd í náminu og þetta snerist allt það að komast á böll og kyssa stráka, Þannig að það var rosa álag, Og það er umræðan líka. Og ef þú ert þar í jaðarhópi, hvað gerur þá? Og félagarnir eru það mikilvægasta. Hvað gerur þá? Ímyndaðu þér bara hvað þú gerir. Það bara gefur auga leið. Það liggur við að þurfi ekki að skoða það gefur svo augaleg. En það er eitt í þessu sem ég held og ég hef svolítið lagt áherslu á þegar ég hef verið að kenna sálfræðiunglinga upp í háskóla, sem ég lagt svolítið áherslu á við nemendur, það er það að þegar að krakkarnir áður en þau kasta hamnum og fara inn í unglingsskeiðið og eru svona þrælvön í sínu hlutverki sem börn og bara það er liggsjór gjarnan á heimilinu, það er þau vita hvað af þeim er ætlast og þau ráða ráðum sínum og sjá eins og sjálf eru farin að kunna svo vel á klukku að mæta í skóla og nefndu það bara að við hinn fullorðnu í kringum þau, foreldrar af að más og framvegis, við gleymum þeim stundum, þau eru svo góð að við svona hugsum ekki út í það að við þurfum að huga að þeim. Og ég hef lagt á það ofuráherslu að alveg sama hvar við erum stödd og hvenar, að sleppa aldrei samverustund, daglegri samverustund, bara aldrei. Nei, með börnunum, með úlingnum. Með börnunum, verðandi úlingum. Þó þau hafi mikið að gera og þó það séu íþróttir og guð má vita hvað, það er stund sem öll fjölskyldan á að vera saman, þar sem við erum, bara helgstund, þar sem við ræðum saman hvað hafi gerst, þannig að við missum ekki þráðinn. Þannig að þegar að þau svo kasta hamnum, að þau séu ekki svona laus. Já, ég heyrði þetta einhvern tímann talað þetta að maður þyrfti að venja börn við það, meðan væri börn, að vera forvitin þau. Af því ef maður ætlaði að byrja bara að vera forvitin þegar voru úlingar, þá fengi maður ekkert upp úr því þau hefði bara ekkert vanist því að maður hefði verið að spyrja þau spurningum hvernig dagurinn hefði verið á þeim. Einmitt. Og það að þau séu vön því að þessi tenging milli foreldra og barns hún er tryggð gegnum þessi daglegu samskipti. En eitt sem að kom mér dálítið á óvart, verð ég að segja, þó ég hafi unnið mig til mikið með úlingum og svona í starfinu, en þá var þessi niðurstaða að stúlkum líður, samkynhneigðum stúlkum líður heldur en drengjum. Og einhvern veginn finnst mann í umræðin alltaf verið að tala að drengjum líður verð. Það er alveg rétt og það hefur af því að við erum komin með þrjú gagnasett 2006, 2010, 2014 og sjáum sem sagt munstrið endurtaka sig og það sem upphaflega hugsaði ég já, allt í lagi, hinsegin krökkunum líður illa og þeim líður miklu verr heldur en
þeim krökkum sem allavega samsama sig á þessu skeiði með gagnkynhneigðum. Þetta hlýtur að hafa breyst 2010 því það er svo margt sem hefur breyst í samfélaginu. Kemur í ljós að þeim líður áfram svona illa og í svona hvað er eitthvað annað hérna á ferðinni. Og þó umræðan hafi opnast og allt þetta. Já, þó umræðan hafi opnast. Svo sé ég árið 2014 að það er einhver smá breyting til batnaðar. Þegar ég skoða kynin og skiptiði niður í sem sagt strák og stelpur, þá kemur í ljós 2006, 2010, 2014 að stelpurnar er alltaf neðst og ef við bara hugsum okkur línu hérna og tek þá bara gagnkynhneigð og hinsegin, tek bara þessa tvo hópa, að gagnkynhneigðir strákar, þeir koma best út, bæði hvað varðar lífsánægju, almenna heilbrigði, hvernig þeim líður almennt í skólanum og svo framvegis. Og sjálfsmyndin. Já, og það inn í það fletta ég sjálfsmyndin. Ég er ekki með neina sérstakar breyta, ég bara ræði það almennt út frá þessari mynd, hvernig þeim líður með sig. Sko. Að gagnkynhneigðir strákar, þeir eru toppa, þeim líður best og gengur best, síðan koma gagnkynhneigðar stelpur, síðan koma samkynhneigðir strákar og neðst eru samkynhneigðar stelpur eða hinsegin stelpur ef það eru fleiri víddir inn í því en bara samkynhneigðir í þessum. Og hefur einhverja skýringu á því? Sko, 2014 þá sé ég breytingu þannig að hinsegin strákarnir, þeir eru að togast upp og fá svipað útkomu og gagnkynhneigðu stelpurnar. Þá er myndin svona, gagnkynhneigðir strákar, gagnkynhneigðar stelpur, hinsegin strákar, jöfn, hinsegin stelpur neðst. Já, ég held að þetta sé kynjaðara heldur en við áttum okkur á. Það er að segja að stelpur liggja neðar strákum á ákaflega mörgum sviðum. Og þetta birtist strax þarna. Nú hef ég ekki skoðað 7. bekkin og 8. bekkin, en er ég ekki með kynhneigðar breyturnar inni þar, þannig ég get ekki átt að ná því þar, en að kynin eru ólík, skiptir ekki máli hvað hópið þú ert. Strákar voru fljótar að sækja í sig veðrið þegar það fór að breytast, andrúmsloftið, að maður mætti vera í öðru boxi heldur en gagnkynhneigða boxinu, en stelpur í hópi hinsegin krakka eru sem sagt liggja neðar, þannig að það er sama hvernig við lítum á kynin út frá hvaða breytum eða hólmum við lítum á kynin, að strákar eru ofar stelpum, hvar sem þú ert staddur. Og þess vegna hefði ég, ef ég ætti 10 ári viðbót, ég kom 10 ári á stelpun í þetta, ég ætti að eiga 10 ári viðbót og vera 10 ára áfram að skoða þennan kynjavingil og koma þá með viðbótar spurningar inn í það. Því það sem ég sé til dæmis, við spurðum 2010, hvernig líður þér í skólanum? Og þá kemur það í ljós að í hinsegin hópnum þá líður 40–45% krökkum illa, mjög illa í skólanum. Sem er svona 20–25% í gagnkynhneigða hópnum. Þegar við, eða neðar, jáfnvel ennþá neðar, þegar ég skoða það 2014, þá er einungis 25% stelpna og strákna í hinsegin hópnum sem segir mér líður mjög illa. Það hefur lækkað sem sagt 15–20%. En þau eru samt, þeim líður samt mun verr heldur en sem hóp, sko, heldur en þessum gagnkynju. En það er breyting til batnar og það er hjá báðum kynjum reyndar. Það er reyndar, kemur það fram hjá stelpunum líka, að það hefur batnað. En þú spurðir áðan hvað getum við gert? Já, hvað getum við gert? Og kannski inn í það flettast kannski spurning mín að því að þú varst að tala þetta þar sem á málþingi sem verður að tala tjáningarfrelsi og hvernig við tölum við unglinga. Sko, foreldrar eru sverð og skjöldur barna sinna og umgjörðin utan börnin ábyrgðaraðilan númer 1. Næst og mjög fljótlega þar á eftir koma kennarar sem eru með börnin bara í vinnu allan daginn. Þau eru með börnin allan daginn. Þannig að þessir tveir hópar, foreldrarnir og kennararnir, mynda umgjörðina utan barnið og þau verða verskú að taka sig því taki varðandi hinsegin hópinn að mynda þá vernd sem þessi krakkar þurfa á að halda og ég hef alltaf verið hrifin af því sem Svíar gerðu. Þeir byrjuðu tiltölulega snemma. Ég held að það hafi verið bara 1999 sem þeir bjuggu til embætti á Alþingi, embætti umboðsmann hinsegin fólks. Já.
og síðan klikkar ekki, sko. Já, sko, þetta var svolítið flott. Já. Umboðsmaður hinsegin fólks sem þeir hafa breyttu 2009 í umboðsmaður gegn mismunun. Bara mismunun. Já. Við erum öll jöfn í lífinu, umboðsmaður gegn mismunun, skiptir ekki máli hverskins. Já, magnað. Já, en þeir í framhald af þessu þá tók sko hinsegin samfélagið við sér og við sér alltaf náttúrulega verið í baráttu, auðvitað, en buðu upp á vottun, hinsegin vottun. Og það þýðir að við getum þá verið með hinsegin fánan sem þýddi þessi stofnun er vottuð, hinsegin vottuð. Og það þýðir sýnileiki, menntun kennara, orðfæri og svo framvegis sko. Orðræðan innan stofnunarinnar. Já, magnað. Já, og það er aldrei gaman að sjá sko alltaf fleiri og fleiri sem vilja fá þessa vottun til þess að sýna ykkur óhætt að koma hingað með börnin ykkar eða vera hér. Við erum öll jöfn frammi fyrir lífinu, við erum öll jöfn. Heyrið það komandi ríkisstjórn umboðsmaður gegn mismunun á Alþingi. Þetta ætti að vera næsta skref. Takk fyrir komuna, mín kæra. Þetta var bara dásamlegt að fá að tala þessi mál sem eru þín hjartans mál og raunverulega mín líka. Þannig að við þurfum að ræða þetta meira og oftar og bara gangi vel í því sem þú ert að gera. Og við kveðjum héðan og sjáumst eftir næstu viku. Hafið það gott og farið vel með ykkur. Bless.